Ég ætla að fara hérna og setja þetta inn í Paint og setja upp alla möguleikana. Er þetta nógu stórt? Sjáu þetta nógu vel? Það má stækka þetta aðeins. Sko, ég held að svona. Gengur þetta ekki? Ok. Sko, ég gæti beðið orðvirkni eða andvirkni til dæmis. Búum fyrst til andvirkni. Þá ætla ég að merkja við hérna A og B. Hérna er þá A og svo kemur hérna B. Og það sem að y væri, það væri sem sagt, já, ok. Við þyrftum að tengja sem sagt alveg sko hingað, sem sagt í y. Vegna þess að við notum tvö hlið. Ok, þá þurfum við að tengja, ég ætla bara að nota svona og nógu svera línu. Ætli þetta sé ekki nógu svert. Sko þá hérna þurfum við að upphefja þessa neitun hérna, fyrri neitunina, með seinni neituninni. Þannig að þá kemur bara andvirkni út úr þessu. Þá fer ég bara með, þá býð til not-hlið. Þá tengi ég saman hérna þessa tvo inganga. Til þess að búa til not-hlið. Nú er hægra hliðið orðið not-virkni. Svo tengi ég útganginn hérna á fyrra hliðinu inn á seinna. Nú er ég komið með and. Þetta er and. Ok. Ef það væri beðið or, þá myndi ég hérna gera eitt. Það er að, já, ég get bakka hérna með þetta. Þá ég ætla að setja hérna. Við erum með andhliðið. Já. Það er bara nóg bara að gera þessar. Já, bara gera þetta svona. Bara svona. Það getur verið að tengja upp í. Jú, svo þarf að tengja. Sko, svo er beðið fleiri liði, sem sagt þarna, það er að tengja pluss hérna upp í, pluss spennugjafa spennuna, og svo þarf að tengja mínusinn. Og síðan myndir við tengja allt nema útgangana á hinu tveim hliðunum. Já. Ónotað inganga þarf að tengja niður í mínus. 1 og 2 og 5 og 6 niður í mínus. Svona myndum við þurfa að merkja þetta. Til þess að klára dæmið í prófinu, sko. Ef við verðum beðið and, já. Hvaða hlið er þetta til? Það er and. And með notliðið? Nand. Þetta er nandhlið. Af því þetta er sko andhlið í grunninn og svo er neitun hérna hringurinn. Já, þannig að nand. En við getum skoðað þetta líka með nor. Það er einfalt að búa til orðvirkni með norhlið. Það er gert alveg eins og ég var að tengja hérna. Af því að þá bara neitaði ég orðinu sem var fyrst. En hérna, klárum þetta, búum til orðvirkni með þessum nandhliðum. Þetta er nand sem er núna? Já, ég er með andvirkni með nandhliðum, já. Ok. Og þá ætlum ég að bakka aftur og búa til orð. Get ég gert það? Nei, jú, ok. Svona. Og þá ætlum ég að færa. Já, ég ætla að hérna, vera með A og B hérna uppi og færa útganginn til dæmis hingað og sleppa fyrsta hliðinu hérna. Og það verður bara ónotaðir ingangar. Ok, þá ætlum ég að hafa það bara hérna niður í mínus. Tengja það bara niður í mínus. Þá notaði ég það ekki neitt. Ok, svo er ég að tengja náttúrulega 7 niður í mínus og 14 upp í pluss. Sjá. 14 upp í pluss. Svona. Ég vil hafa það rautt. Ljómandi. Ok, svona. Nú ætlum ég að gera eitt. Það er að ég ætla að færa sem sagt aðeins til hérna
fá hérna A og B hérna hægra megin og til að útbúa OR þá þarf ég að búa til 2 neitanir hérna fyrir framan þetta síðasta og við getum auðvitað farið í gegnum það með formúluna, hvaða formúlu við erum að þá hugsa okkur með það allt saman. Þá hérna tengi ég sem sagt þessi saman. Já, ok. Já, það er fljótlegra að gera þetta bara með blýantinum. Tengi þetta saman. Ég segi þetta hérna er B. Ég ætla ekki að fast tengja þetta í plus eða mínus vegna þess að þetta fer eftir breytingunum sem að verða í sannleikatöflunni. Og ég tengi líka saman fyrir A, innganginn. En síðan þá ætla ég að fara með þetta hérna. Ég ætla að breyta lit hérna. Ég ætla að fara hérna í kannski dökkbláan og fara með þetta hérna alla leið hérna út fyrir og gera það hingað inn í 6-una. Og svo ætla ég að fara með 11-ana hérna og setja það í bara svo að þið áttu ykkur á því hvar ég er að tengja þetta. Það mætti líka skrifa sko 5 hérna við 11 og síðan 11 hérna við 5 til að sýna að það sé tengt saman. Og síðan 6 við 10 og 10 hérna við 6. Þetta er orðið OR og hérna að sjá hvort við getum sýnt það eitthvað hérna hvernig við hérna breytum þessu. Ég ætla að sanna það að þetta sé OR. Það er rétt að gera það. Hérna, ég ætla að skrifa hérna A. Já, svona, segja að þetta sé A og þetta er nefnilega A sinnum B eins og þetta er núna vegna þess að við erum með og það eru neitanir, hérna er neitun og þá þarf ég að búa það til, sko það er hér. Já, þetta er alveg nóg. Ég ætla að setja þetta bara með blýantinum á betra línu, skona. Sko það er neitun yfir A. Það er þessi neitun hér, nákvæmlega. Það er þessi hér. Og það er neitun yfir B. Ég nú er að skrifa upp hérna formúluna. Teikna hana upp með strikunum líka. Það er þessi neitun hér, sjáu þið. Ok, svo er neitun hérna alveg í lokin. Það er þessi langa neitun yfir öllu saman. Það er síðast, áður en kemur ypsilon. Kemur hérna svona, neitun yfir öllu saman. Og svo segi ég hérna sama sem ypsilon. Gleymdi því náttúrulega. Sama sem ypsilon. Færi þetta bara til aðeins hérna á réttan stað. Svo ætla ég að sanna þetta að þetta er OR. Aðeins svo aðeins ég er tengdir, þetta sé virkilega rétt það sem við erum að gera. Ok, ég ætla að ég byrja því, ég ætla að brjóta hérna, nota De Morgan regluna, brjóta hér og breyta sinnum í plus. Aha, þá kem ég hérna með A plus B sama sem ypsilon. Ok. Og svo lengi þetta hérna, svona. Og þá eru komna 2 neitanir þarna yfir. Af því að De Morgan reglan segir að sinnum breytist í plus og neitanirnar verða stuttar. Það eru bara svona. Yfir A-inu, 2 neitanir yfir A-inu og 2 neitanir yfir B-inu. Af því að neðri neitunin náttúrulega heldur sér. Síðan, hvað gerist svo? Að 2 neitanir upphefja hvora aðra þannig að við erum með svona. Það segjum við að A, það helst áfram bara plusinn, nei, þá er það plus, B er sama sem ypsilon.
þá hérna styttist þetta út, þurrkast út. Svo að ég ætla að stytta þetta út, ég ger það hérna með þessu hérna, sko, búin að stytta þetta út, þetta flýgur líka í burtu og eftir stendur bara þetta hérna hvað sé hérna undanum? A plus B. Þetta er OR, hann er búin að sanna það að þetta er rétt. Þetta er eins og grunnvirknin OR með því að tengja saman 3 NAND-hlið svona. 2 neitanir hérna fyrst og svo yfir í aðra neitun hér. Þetta gerðum við í heimaverkefni 4. Ok? Heyrði, þá hérna viljið þið að ég fari líka í ef að við værum með NOR? Ég var ekki fínt svo. Var ekki farið? Já, fínt að fara í það. Þá ætlum ég bara að fá alveg splungu nýja mynd og setja hana hérna í staðinn. Sko, ég verði eiginlega að ná í NOR hliðin úr heimaverkefni. Það setja hérna pásu. Getur þú búið til NOR? Núna ætlum við að búa til bæði AND og OR úr NOR hliðum. Við erum að rífa þetta upp úr heimaverkefni 4. Við tengjum við náttúrulega spenningaverkefnina hérna og fáum línu hérna og við þurfum hvað mörg hlið fyrir OR. Hvað þurfum við mörg svona hlið fyrir OR? Aðeins að hugsa. Við erum með NOR hlið og það er með neitun. Við þurfum að upphefja neitunina, þess vegna þurfum við bara 1 hlið viðbót til þess að breyta því í NOT og þá erum við komin með OR virkni. A og B hérna og útgangurinn hér. Alveg eins og við erum með AND með NAND hliðum áðan. Ok, setja hérna er hér og já, kannski betur að hafa þetta aðeins til hliðar. A og B. Svo þurfum líka Y. Svona. Og þá merkjum við A og B. Það notum við hér. A hérna til dæmis. B hérna. Og Y væri þá alla leið hérna megin. Ja, förum með bara alveg örglega hér. Sko, útgangurinn hérna 11, hann verður að tengjast yfir á samtenginguna 8 og 9. Þá fæum við hérna blýantinn góða, svona, tengjum við hérna frá og inn á þessu samtengingu hér, svona. Þetta er OR virkni. Ok, svo ætlum við að búa til AND virkni. Aha. Já, sem sagt, það væri ekki nóg að skila þessu svona, þið vitið það, að ég myndi þurfa að setja sko, spennugjafarspennuna hérna á réttan stað, skiljiði, og eins alla ónotaða innganga. Ég að gera þetta svona. Núna væri ég búinn að svara þessu rétt á prófi, skiljiði. En ok, ég ætla að fara núna í það að búa til AND. Og tekið þetta tilbaka. Svona og já. Nei, ég ætla að hafa þennan áfram. Sjá, það er svona, ok. Og nú ætla ég bara að breyta þessu, þannig ég fái AND-virkni. Og ég þarf að gera eins og áðan til þess að búa til AND. Það er spurning hvort ég þarf að ég ætla bara færa þetta til þannig að við nýtum þetta hérna allt saman og hérna við svona tengjum saman til að búa til NOT og útgangurinn verður þarna á eins og áðan. Tek þetta hérna í sundur. Svona. Nú þarf ég 3 hlið.
Ég þarf að tengja saman hérna. Ég er með, já, þetta fín. Blýanturinn hérna, það tengi ég saman hérna. Þetta ætla ég að hafa sem A. Svo ætla ég að hafa B hérna, alveg eins og við gerðum á hann. Bara til að flækja þetta ekki. Og ja, ég sýni bara hérna tenging sem að fer inn á A-ið í samskatöflu eða já, myndi breytast eftir því sem að myndi breytast í samskatöflunni. Og síðan ætla ég að nota bara eins og áðan, þetta hlið hérna niðri og tengja með, ég ætla að hérna fara hérna og breyta þessu í svona, tengja þennan hérna, kemst, ok, náið að skilja þetta svona, það er aftur hérna, það er hérna upp fyrir og hérna og hingað. Og þá er bara eftir að merkja hvað er hvar. Ég ætla að fara hérna í transparent, svona, þetta er þá A, þetta er B og þetta er svona, en já, bara eftir að merkja en að tengja ónótaða innganga. Það er eina sem ég átti að gera til þess að þetta sé rétt skilað í prófi. Svona og svona. Komið. Þetta er and. Nú ætlar einhver að spyrja, get ég búið til nand hérna? Já, get ég búið til nand? Sko, já, það er hægt að gera það. Þá gerum við svona og tengjum við saman hérna 1 og 2. Sjá, ætli sé ekki með blýantin hérna, já. Tengjum saman hérna, þetta hér. Tek útgangin hérna sem að var y hér, færi y útgangin hingað. Fattið þetta? Ég get alveg gert það. Ég get svo margt í þessu. Svona, nú er útgangurinn komin hingað og þetta er nand. Nand með norðliðum, hugsið ykkur, það er hægt að gera allt mögulegt. Kemur ein svona spurning að fleira prófinu? Já, það kemur ein svona spurning með annarkvort nand eða norðliðum. Ok. Þetta verður öllum prófum sem eftir eru. Öllum þremur. And eða or? Nand eða norð, já. Hlið. Það tala um að myndin, eins og núna eru að horfa á mynd. Já. Það tala um nor eða nand. Sko, þetta hérna, sem sagt, ég var að leysa til þess að búa til grunnhliðin, skilurðu, sem við höfum verið að gera það. Og það er einnig það sem ég er að biðja ykkur að gera. Þetta sem ég bætti við hérna, að búa til nand með norðliðunum, það var bara til þess að fá skilningin. En ég býst ekki við því að ég fari að biðja ykkur að búa til svona, með öllum hliðum, skilurðu. Það er ekki bara, þú veist, nand með andlið eða Já. Nor með orðliði eða eitthvað. Ég sem sagt öfugt, sko, að þú ætlar að búa til orðvirkni með nandliðum eða norðliðum, skilurðu. Ég er með ysirás, þessi ysirás sem ég er að horfa á núna, þetta er norðlið. Norðlið bara... Já, og þá get ég búið til, norðlið með þessu, ég get búið til orðlið, þá með 2, svona norðrásum, og ég get búið til andvirkni með 3. Þið eru bara aðeins að fletti í gegnum heimaverkefni 4. Þá sjáu þetta. Verður líka svona 30% stigar þetta? Það er nú kannski ekki alveg svo, og það verða kannski ekki alveg svona mörg atriði, skilur, í prófinu. Við erum bara að æfa okkur, þess vegna er ég að láta ykkur fá nógu mikið að gera, svo að þið séu konir í nógu mikla æfingu. Það væri svona helmingurinn á prófinu eða meira sem að færi þetta stigar þetta? Já. En ég trúi ekki að það verði neitt svakalegt. Sko, allt í lagi. Förum aðeins áfram í verkefnið, æfingaprófið,
sem sagt, ég var með sem sagt, fyrsti hlutinn af þessari lausn var hérna, það er bara þetta hefðbundið að setja grunnhliðin hérna, teikna grunnhliðin upp og endilega ekki rugla í því hvernig að við skrifum formúlunar fyrir grunnhliðin. Það er sinnum í and, það er eins og raðtenging og sannleikataflan hún er þá þannig að allra neðst þá fáum við hátt gildi á útganginn og endilega að setja upp sannleikatöfluna eins og talningu í tvíundakerfi þannig að hérna B hann skiptist á 0, 1, 0, 1 og síðan 0, 0, 1, 1 og sannleikatöflan er alltaf eins byggð upp nema útgangurinn getur verið breytilegur. Í OR þá er náttúrulega ef einhver einn inngangur er hár þá er hátt á útgangi og muni endilega hafa plús í formúlunni fyrir OR. Því að ef að þið víxlið þessu í byrjun þá verður svo margt rangt í prófunu sjálfu, skiljið. Passið ykkur á því að hafa þetta alveg pottþétt rétt í byrjun. Þá komist þið vel af stað og rétt af stað. Þannig að þá erum við búin með þennan lið hérna og þetta að teikna stigarit hér er aðalmálið að passa upp á það að þeir markrófar sem eru svona tengdir inn á inngangana, inn á vélina, þeir gefa straum inn á vélina. Þess vegna megum við ekki setja neitun í stigaritinu. Sjáu hérna, til dæmis S6 hérna, I6 hérna einhvers staðar, hér er I6, hann er ekki með neitun og ekki heldur I7 vegna þess að hér er sem sagt, neitaður rofi sem að tengir straum inn á innganginn og það er komið hátt gildi inn á innganginn bæði í 6-unni og 7-unni og þess vegna má ekki snúa merkinu aftur við í stigaritinu. En verður ekki K1 hann í 3, verður það ekki neitun? Jú, K1 hann er útgangur og hann verður að taka þetta í rjúa strauminn hér af K2. Það verður að vera að setja neitun á það í stigaritinu. Það er allt öðruvísi. Það er ekki að tengjast inn á vélina, skilurðu. Það er innan stigaritsins. Þú ert að tala um S5 og S7 og það er alltaf ekki með neitun sem eru 9. Já, sko, það eru bara S6 og S7 sem þeir eru að passa ykkur á að setja ekki neitun þar. Sko, S5, þið setja ekki heldur neitun þar, skilurðu. Hvað meinar það að setja ekki neitun. Þið setja bara hvergi neitun á það sem eru rofar sem eru S4, S5, S6 og S7. Aldrei neitun á þetta hérna. S4, S5, S6 og S7. Ekki neitun. Þó að það sé normally closed snerta hérna. Það á að vera svona. Það er bara eitt rofi með neitun, það ekki? Jú, sem að vera með neitun í stigaritinu, það er bara stopprófin. Ertu ekki sammála? Jú. Já. eins og K1? En K1, já, þeir haldast. K1, allir útgangar sem eru með snertu einhvers staðar í stigaritinu, þeir eru með neitun, já. Sem eru með normally closed snertu í hérna segulagastýringunni eins og K1 hérna og kannski tímaliðin K5 sem að verður bara T1 hjá ykkur í stigaritinu, hann er með neitaða snertu hérna, K5, það verður að haldast neitun hér sko. Það tengist ekkert inn á vélina, það er inn í stigaritinu. Þannig að þá skoðum við, ok, þið gerir náttúrulega tengiskrána hérna og þá hérna byrjum við þannig að við erum með I4 og I2 hérna í raðtengingu. Allt í lagi. Tímaliðin er með neitaða snertu hérna, T1, þetta var K5 sem sagt og útgangurinn hérna Q1, hann náttúrulega sjálf heldur hérna og Q1 er líka með neitaða snertu hérna. Það verður að vera neitun hér af því hann verður að geta tekið út Q2 og I5 án þess að vera með neitun, náttúrulega þetta er startrófi, I2 og I3 eru náttúrulega startrófar, náttúrulega engin neitun
og býttu nú við T1 hérna fyrir framann Q3, hvernig var það? Já, hann er bara normally open, það er fyrir framann Q3, það er bara mjög eðlilegt, allt eðlilegt hér og svo er Q1 með snertu hér og það er engin neituð snerta úr útgöngum í þessu hérna. Nei, þetta er allt saman normally open snertur úr útgöngunum, K1, K2 og K4, allt eðlilegt. Og síðast er bara, við notum reset til þess að taka út sjálfheldurnar. Það er þessi stopprófi sem maður, S1 sem á alltaf að vera síðastur. Já, þetta er stopprófin, þannig að stoppskilyrði er hérna allra síðast í stigaritinu. Og þá verðum við að setja neitun á þetta vegna þess að stopprófin gefur alltaf samband inn á vélina. Og ef við myndum sleppa því að setja neitun hér, þá væri standandi straumur á reset á öllum útgangunum, svo við myndum ekki geta sett neitt í gang, við getum ekki ræst neitt. Það verður að vera neitun, við verðum að snúa merkinu aftur við hérna, svo að útgangarnir séu ekki með straum, þessi reset útgangar hérna. Og ef við rjúfum strauminn með S1, þá tengir hann hérna í stigaritinu, þá tengir hann og gefur hátt merki á alla reset útgangana hérna. Þannig stoppast þetta. Og ef að vírinn færir úr sambandi úr stopprófanum, þá myndi það sama gerast. Það myndi ekki vera lengur straumur inn á innganginn á E1 og þá verður þessi með háttgildi, af því að það er snúið viðmerki, það er 0 inn á inngang 1, þá verður 1 hér og 1 á alla útgangana og þá stoppast allt saman. Það er öryggisatriði. Flott er. Nokkrar spurningar varðandi þetta frekar. Eru þið að teikna þetta upp eða eru þið bara að bera þetta saman við það sem þið hefur gert? Viljið þið risa þetta upp? Nei, þetta er náttúrulega til. Þetta er inn á innunni, ég á bara eftir að opna fyrir þetta. Ok. Já. Við múum að fylgja bara fylgjast með þér, sko. Já, fylgist bara aðeins með yfirferðinni á þessu og hérna, það er sama með þetta að hérna búum við bara til stigarit úr þessu og stopprófin hann kemur síðast og hér eru hvergi neitaðir. Já, ég ætla að fara í stigariti, það er líklega hérna, já. Að hér er, ég ætla að fara með þetta til hliðar hérna, ég held ég hafi verið með verkefnið hér, þá get ég skoða þetta í samhengi svona. Hér sjáum við að I2 er hérna, Q1 og Q2 verður að vera með neitun hérna því K2 er með neitun, sjáum við hérna. Og svona, nú sést það betur og hérna Q1, K1 er með neitun hérna, Q2 hérna og síðan er S4 er I4 hérna, Q1 og Q2 alltaf I5 og tímaliðin sem er K3 hérna, hann verður að T1 hérna í stigaritinu. Hann tengist yfir bæði I5 og I6 sem er bara normally open og Q3 er hérna í staði fyrir K4. Því það kemur hérna í verkefninu að K4 verða Q3. Og neitunin er svo hérna sett á I1 af því S1, hann verður að fara allra síðast í stigaritið. Þetta er mun einfaldara stigarit og einfaldari segulagstýring heldur en fyrri rásin. Allt í lagi. Þetta er svona bara til þess að koma ykkur í gang með að æfa ykkur á þessu. Næsta sem við skoðum, það er hérna minnisrásir. Þú veit, hvað er ég með minnisrásirnar? Það er eitthvað öðruvísi, já, það getur vel verið. Þetta stendur tímaliðin K3 setnin og að koma fram á stigaritinu. Já, að tímaliðin, hann á að koma fram í stigaritinu. Í neðra
Já, er ekki K5 hérna? Það er líka hérna. Já. Já, það koma fram á stigaritinu, skrifa maður það bara setja. Já, hann er bara T1 hérna, skilurðu. T1, þetta er tímaliðin. En sko, Seitt inn. K5 er tímaliði seitt inn og hann bara er merktur T1, skilurðu. Og hann kemur ekki inn í tengiskrána vegna þess að hann er inn í stigaritinu. Hérna er tengiskráin. Já. Tímaliðin þarf ekki að vera í tengiskráni vegna þess að tímaliðin er bara T í stigaritinu. T1, T2, T3 og svo framvegis. Allt í lagi. Voru við konur að minnistættinum? Býðum við? Erum við konur með... F-lið... Já, veitu, ef ég er með þetta hérna, þá... Hvað öðruvísi í E? Já, D, E og F. Ef við farið þá í F-liði núna. Gerum það bara. Það er munur á E og G. Eða þú veist, E og C og D. Nei, þetta er eins. Og í svarinu, skilurðu, lausnin er alveg fyrir þetta. Þetta er alveg rétt. Þetta er alveg eins. Og lausnin hérna er alveg eins og hérna, þessi segulega stýring, sko. Það er allt eins. Það er ekkert öðruvísi. Allt í lagi. Förum í þetta hérna. Kominn tími til. F-liðurinn. Sko, við fórum ekki mikið í þetta í byrjun annarinnar að fara í gegnum talningu í hexadecimal kerfi gerðum við bara rétt einu sinni, svo ég muni. Og ég ætla bara rétt að renna í gegnum það núna því að hér erum við með spurningu hér, sjáðu þið. Hérna getum við skrifað sem sagt, inn í þetta hér hvernig hexadecimal kerfið virkar. Tugakerfið, við höfum yfirleitt verið með í verkefninu, þá vorum við með tugakerfið hérna til vinstri. Kannski hexadecimal góðan líka. En hérna, ég ætla að teikna inn á þetta hérna, það er spurning hvort að ég næ bara ekki í verkefnið. Í hvaða verkefni var þetta aftur? Hérna höfum við talningu í 16. kerfi. Sjáðu hex hérna. Það stækka þetta upp. Sem sagt, samanborið við tugakerfið, þá erum við með bókstafi til að halda áfram og telja upp í 15. Sjáðu þið hérna. Þegar við komum upp í 10, þá erum við búin með sem sagt, all táknin fyrir sem sagt, einn staf. Þið þekkið hérna svona 7 segment display að þar er sem sagt, einn stafur gefur okkur sem sagt, tákn sem við getum notað og við getum verið með þá frá 0 upp í 9 í tugakerfinu. Síðan þurfum við til að tákna næstu tölu 10, þá þurfum við 2 kubba fyrir tölustafi, skiljið. En það þurfum við ekki í 16. kerfinu, því að þar er talan 10 er A. Svo kemur B fyrir 11, C fyrir 12, D fyrir 13, E fyrir 14 og F fyrir 15. Það er sem sagt 16. kerfið. Það notar bókstafi pluss tölustafi til þess að tákna hvaða tal er í gangi. Og þið getið gert það með reiknivél í tölvunni ef við sjáum einhverja 16. kerfistölu eða hexadecimal tölu eins og það er kallað og breyta henni yfir í tugakerfistölu. Það er einfalt gert að gera það bara með reiknivélinni í tölvunni. Og við hefum líka til oktalkerfi og það er bara með 3 af því að við teljum frá 0 upp í 7. Það er bara þá hingað. Þá notum við bara þetta svæði hérna, bara hérna frá hingað. Frá 0 og upp í 7. En þegar þið hafa farið að merkja inn talninguna inn í þessa töflu, endilega muni eftir því að það er 0 í byrjun. Ekki gleyma því, ekki setja 1 hérna efst uppi. Setja 0 hérna efst uppi. Og svo teljið þið niður 1, 2 og svo fremur niður í 15. Þegar við erum að ákveða hvaða tölugildi við ætlum að ná út. Sem sagt,
16. kerfistala, oktaltala nær bara upp í 7 og síðan byrjar hann aftur í 0 og upp í 7, 0 upp í 7. Þannig að þá það, sem sagt ég ætla að skoða það með ykkur hérna, hvaða tölur erum við með þá í þessum, það sem talað hérna, til dæmis 3, 6, 4, F, 7, 3. Sjáðu, það bókstafurinn í þessari tölu. Hvað þýðir það? Þetta hexadecimal sem við að tala. Þá merkið þið H við það. Skiljið? Þá merkið þið H við það. Hvar það hérna? Setjið H við það, þá tölu. Heiltala, það tala sem ekki með neinni kommu. Ekki sammála? Því að kommutala rauntala. Og það bara allar svona venjulegar tölur, það integer? Já, allar tölur sem ekki komma eitthvað eða almenn brot eða eitthvað. Það integer? Já, það integer, það heiltala. Og sem sagt rauntala hins vegar kölluð float eða þetta kallað floating point á ensku. Sem sagt þessi tækni að geta nota rauntölur í reiknivél. En ekki líka þannig að flóttölur líka þá 0, eitthvað? Jú. Já, það bara að flóta í? Já. Það þess sem hefur notað forskeytti. Kíló, milli, mikró og það allt saman. Já. Það flót. Allar heilar tölur flót allt sem þá... Rauntölur með kommu, já. Fljótandi með kommu, fram og tilbaka. Myndirðu ekki segja að þetta var rauntölur þarna, bara út að segja ekki komma? Sko málið það að þetta gæti verið bæði rauntala og heiltala, integer, þessi hérna 2, 4, 5, 9, 3, 8, ef að kommainn væri hér og 0, 0, 0 fyrir aftan, en ég sýni það ekki, þannig að það líklegast að þetta sé integer eða heiltala. Ef þú myndir skrifa að þetta gæti bæði verið integer og float, það væri líka rétt. Já. En þá float að það eru svona kommutölur? Já. Það sem einhvers staðar komma í einhverju tölu, það float. Floating point. Já. Þá merkjum við bara F við það og fyrir oktal þá engin tala hærri en 7. Það bara táknin eru frá 0 upp í 7. Vegna þess að við sáum þarna áðan, við vorum að telja upp í 7 og þetta eru 8 möguleikar sem við höfum, það oktal kerfi. En hvað þýðir þessi litla 8 þarna? Það þýðir oktal, þetta 8. kerfi. Við förum bara upp í 8. Já, ok, svo það bara segir manni strax að þetta oktal talning? Já. Ok. Það bara þægilegra fyrir einhverjum að sjá það, þá skrifum við bara strax frá O fyrir oktal. En þið bara eruð að læra þessi hugtök, skiljiði, og það svona... En hvernig myndirðu útskýra þarna hexadecimal? Hexadecimal, sko, ef það einhvers staðar bókstafur frá A og upp í F inn í tölunni, þá það hexadecimal tala. Það hérna eins og hérna neðst, 3E52, það hexadecimal tala. Og þessi tala hérna 3, 6, 4, F, 7, 3. Já, milli hvað? Bara einhvers staðar. Bara ef það einhvers staðar bókstafur, skilur við? Bara einhver bókstafur? Bara einhver bókstafur, nei, það verður að vera A, B, C, D, E, F. Engin aðrir bókstafir, skilur við? Já, bara A upp í F? Já, bara upp í F. Vegna þess að í verkefninu hérna, sem við vorum með, þá sýni ég það hérna, að við erum bara að nota bókstafina A, B, C, D, E og F. Því að E táknar tölugildið sem sagt 14. Nei, þetta þá standardum af 3000 eitthvað. Það 31.452. Þýðir þetta það? Neðst. Þetta hérna? Já. Ertu búinn að setja inn í reiknivél og... Nei, ég bara pæla sko hvort það komið bara 14 inn í staðinn og þetta sé 31.452. Ég ekki viss það. Hittu. Sko, það svolítið aðeins flóknara að reikna þetta út því að
þetta er í sæti sem er 3. sætið, skilurðu. Þetta er hérna, ef þetta verður í taugakerfi, þá verður þetta í 100. sætinu, skilurðu. Svo kemur 1000 sætið, þetta er flóknar í, segja þetta er komið í 16. kerfið, sko. Að, ef við breytum þessu í einhverja, sko, taugakerfistölu, þá gerum við það með, segjum hérna CAL, er hann í lagi, kalkulator? Já, ok. Hann er alltaf verið með eitthvað vesen. Þá verð ég að velja hérna, ekki standard, heldur programmer. Og þá get ég sett inn í programmer þessa tölu hérna og í hérna hexadecimal tölu, þá velj ég hérna hex, hérna efst uppi og skrifa inn hexadecimal töluna. Og hvað er það að skrifa inn? Skrifa bara, ég ætla bara að byrja að skrifa þetta. Það er, hvað var hún? Hinum einn. Ok. Ég ætla að finna hérna verkefnið. Var ekki hérna? Nei. Hvað var þetta? Jú, var þetta ekki hérna neðar? Var þetta hérna neðar? Já. Ok. 3E52. Ég ætla að skrifa þetta hérna inn í. Svona. 3E52. Þá, ég sé bara strax hérna hvað þetta er í decimal, octal og binary. Strax. 3E52. Þetta er mjög smátt hérna. En þetta er þá í decimal kerfið þetta 15.954. Þannig að það er ekkert annað en að slá þessu bara hérna inn í reiknivélina í tölvunni og fá þetta í taugakerfinu ef þið þurfið þess. Eða ef þið þurfið að vita binary töluna, þá kemur hún hérna líka. Við sjáum það að til dæmis talan 2, hún kemur hérna 2 af því að það er bitin sem er hérna næst lengst til hægri. Það er háttgildi þar. Ok. Þetta er málið. Þannig að oktaltalan hérna, hún er merkt með 8 hérna og heiltalan, þið sjáu þið getur líka beitt útilokunar aðferðinni að ef það er engin komma hérna í þessu, þá er þetta integer. En sem sagt, þessi tala hérna sem er merkt hérna integer, hún gæti ekki verið oktaltala vegna þess að vera með tákn sem er hærri heldur en 7, skiljið. Það gengur ekki. Er þá með þetta á hreinu að float er með kommu einhvers staðar, heiltala er ekki með neina kommu, hexadecimal tala er með bókstaf og það er hérna neðsta talan er hexadecimal tala og þessi þriðja ofanfrá og þriðja neðanfrá, hún er hexadecimal tala og síðan erum við með oktaltölu hérna sem þá er engin tölustafur hærri heldur en 7 í tölunni. Ok, þetta verður ekkert mál fyrir ykkur að gera og ég held ég bíði með svona kóða þangað til seinna. En ég get alveg farið yfir þetta ef að hérna, sem sagt fyrir, þetta er þá kannski í næst síðasta eða síðasta prófinu að þetta var í einu verkefninu hjá okkur fyrir Arduino og í hvaða stöðu háu eða lággildi verður útgangurinn 11 við 23 gráður og hérna þannig að ef að hittastigið inn er 23 gráður og það segir hérna if current temperature er hærri en 25 gráður þá á að setja útgang 11 í háttgildi og þá hérna þetta er ekki, sko 23 gráður er ekki hærri en 25 þannig að þá verður útgangurinn ekki hár, það er alveg klart mál. En ef sem sagt current temperature er sem sagt 23 gráður, þær eru lægri heldur en 24,5, það passar, þá er skrifað lágt gildi á útgang 11. Þess vegna verður útgangur 11 lágur. Við förum aftur í eitthvað svona fyrir næsta próf.
Þannig að þið skulum ekki hafa áhyggjur af þessu. Ég verð ekki með þetta á næsta prófi. En bara svo þið viti hvað við erum að tala um hérna. Allt í góðu. Síðan var hérna að teikna stigareitt eftir formúlu. Erum við komin í það? Já, við vorum í F-lið, svo kemur G-liður. Að það er raðtengingar sinnum, þá er A sinnum B og Y. Hliðtengingar plus, það er A plus B. A og B er hliðtengt. Og síðan er hérna blönduð rás. Það sem er sem sagt svíi utanum, það heldur saman líka þessari hliðtengingu. Þannig að öll þessi hliðtenging, hún er raðtengt við B, sem er sett hérna. Og þá erum við búin að fara í gegnum þennan elif sem var áðan. Getur aðeins farið við það? Já, þetta hérna. Ok, það er komið. Allt í lagi? Já. Ok. Þá skulum við halda áfram. Þá erum við komin í minnisrásir. Þetta gerðum við í verkefni 2B, var það ekki? Já, þetta voru minnisrásirnar. Sem sagt, hér er teiknaður NOR flip-flop, þá var teiknað NOR flip-flop. Og þá bara mun eftir í táknunni fyrir NOR, setja 2 NOR-hlið hérna og þá tengjum við, þá þurfum við að mun eftir í hvar set er og hvar reset er. Set er á neðri hlutanum á minnistættinum og reset er fyrir ofan. Og þá er hérna Q, það vantar strikið hérna í Q, þetta er ekki O, þetta er Q og Q0 er hérna fyrir neðan. Það er alltaf eins. Og síðan er sem sagt hinn inngangurinn er tengdur í útganginn á efra hliðinu og hinn inngangurinn á efra hliðinu er tengdur í útganginn á neðra hliðinu. Þannig myndast sem sagt haldið fyrir minnið. Og óæskileg staða á þessu minnistætti er ef að báðir inngangurnir eru með háttgildi, einn á báðum S og R. Og þá verður útgangurinn á bæði Q og Q0 0. Þvingast báðir útgangurnir í 0. Þannig að ef ég væri að spyrja um NOR flip-flop, þá myndu svara þessu svona. Þið eru bara að æfa ykkur á þessu. Og síðan ef ég myndi spyrja um NAND flip-flop, þá sjáum við að staðan á set og reset víxlast. Muniði, að hérna verður set á ofanverðu og reset að neðanverðu. En útgangur verður alveg eins. Q á ofan, Q0 að neðanverðu. En tengingin á nákvæmlega eins, bara táknmyndin breytist yfir í NAND. Síðan skiptist yfir í að 0 er óæskileg staða ef að bæði eru með 0 á set og reset, þá þvingast báður útgangurnir í háttgildi á Q og Q0. Þetta er óæskileg staða. Þetta er það sem að bætist við fyrir næsta próf. Og þetta æfið þið ykkur á. Og við vorum komnir að þá þriðja hluthafanum í prófinu og við höfum að ég kem væntanlega, já, ég merki ekki inn á þetta talninguna sem sagt frá 0 og upp í 15, þannig að þið skuli endilega bara byrja því til þess að þið séu alveg örugari að hvað er hvað að merkja hérna taugakerfi við töfluna, sjáu eins og ég hef gert hérna. Hérna hægra mig, bara það eiginlegast að gera það þar, því að þá eigi að merkja við eitthvað tölugildi. Munið það sem við vorum að gera í 2C, það var að fá út úr teljaranum háttgildi við hvernig tölu. Þannig að við myndum kannski taka og pakka saman einhverjum fjölda af stykkjum frá færibandi. Það var kannski praktísk notkun á þessu. En ég bið hérna til dæmis tölugildi 10, merkja við það og tölugildi 14. Og hvernig myndi ég tengja það síðan inn á þetta 4 einganga andlið? Þú þetta fara? Ok.
þá þarf ég að setja þar sem eru 0, það er hérna 0 á A, passaðu ykkur á þessu, A er hérna lengst til hægri, það er margir sem að ruglast á þessu, en A er hérna lengst til hægri, það er dálkurinn sem er lengst til hægri, og síðan er B er með háttgildi, C er með 0, þannig að A er með Q0 og C er með Q0, en við setjum Q á B og Q á D. Þannig að þið sjáu hérna, A er með neitun og C er með neitun. Það sem er 0, þá setjum ég bara neitun á. Og B og D heldur sér. Þá kemur tölugildi 10 út með háttgildi. Síðan var ég beðum hérna 14, fyrir tölugildi 14. Þá erum við með það hérna neðst í töflunni. Það er bara hér er A með 0, einn staði með 0. Það er A. Og þá setjum við það í Q0. Þá setjum við neitun yfir A. Og hitt er alltaf bara B, C og D. Og þá getum við merkt það svona inn á blaðið. Og þetta er þá svarið við þessu, eins og við vorum að gera í þessu verkefni, að taka út tölugildi út úr þessari töflu í gegnum svona 4 innganga and. Skoðið þetta aðeins. Ég svona skil ekki út að byrja að byrja þarna í eða þú veist, Við þurfum bara, í þeir, þegar þetta er búið að gerast 10 sinnum, þá á að koma, og já, ég vil að fá í tungunni sem þetta neikvæð, Býtu, er þá komið bara að stigaritinu? Já. Ég man ekki hvað ég var með prósentur á þessu, en Stóðu það 30? það getur vel verið að ég veist á hvað ég verð með, Já. það er óvænt að vita, en í sjálfsér þá hérna erum við með, já, við erum með 1 eða 2 tímaliða í svona verkefni og svo bara gengur þetta sjálfur sér einfaldlega þannig, fáum texta, kannski flæðirit eða eitthvað til að hjálpa okkur á að skilja leiknina. En þetta er nógu stórt, ég ætla að reyna að stækka þetta. Sjáu þið textan hérna? Já, þið hafið þetta náttúrulega líka á blaði. Í byrjun á færiband 1 að koma inn þegar hlutur er við S3. Sjá hvort ég næði þessu hérna. Já, svona, já. Hlutur við S3 og ég þrýsti á start, S1. Þrýstir á Riseron, S1. Og þá fer bandið í gang og hlutur fer af stað og hann færist að S4. Þegar hluturinn er komin að S4, þá stoppar hann þar og þá fær hitarinn hérna R1 í gang. Þannig að M1 fer út og R1 kemur inn. Og þar er hann í gangi og hitar í 2 mínútur. Þetta getið þið bara sett það í 5 sekúndur og merkt bara tímaleiðan 2 mínútur. Getið merkt saman hvað er komnir með þetta allt saman. Og næsta sem gerist, þegar því er lokið, fer band 1 aftur í gang og hluturinn færist hérna út á endan á þessu færibandi, út á S5.
markrófa að S5, þá fer band 2 í gang. Þá er bara S5, hann ræsir band 2 og þá fer hluturinn hérna bara upp það band og þá er bara upplagt að taka útganginn af næsta bandi og setja það inn á næsta tímalega, skiljið, því að þið þurfa að halda inni merki, stöðugu merki inn á tímalega til þess að láta hann telja. Taka tíman, sem sagt. Telja sekúndurnar eða hvað sem það er. Sko, ef að þið myndu taka merki frá S5 inn á tímalegan, hvað myndi þá gerast? Hluturinn færi hérna inn á S5, það kæmi merkin á tímalegan, svo myndi hluturinn halda hérna áfram, detta út á bandið og þá kemur ekki lengur merki frá S5. Tímaleiðin hættir að telja tíman, að taka tíman. Hann stoppar, fer aftur í 0. Þannig að það væri alveg vonlaust að taka merki frá S5. Skiljið? Þannig að að gera að ef að þessi S5 setur eitthvað inn í gang sem að helst í gangi, taka snert úr því eins og bandið 2 og setja þá snertu fyrir framan tímalega, næsta tímalega sem á að taka út fyrir bandið eftir ákveðin tíma. Það er briljant. Þá helst straumurinn á tímaleganum og hvað gerist svo? Þá fer band 2 í gang og band 1 á stöðvastuð 5 sekúndur eftir að band 2 fer í gang. Hlutur færist að markrófa S6, það er hérna, markrófa S6 og þá stöðvast band 2. Síðan á bara að vera hægt að stoppa þetta hvenær sem er með S2. Ok, þannig að S6 hann stoppar bara band 2. Þetta er bara einfalt. Þá skulum við skoða aðeins, renna bara yfir hérna stigaritið. Síðan hérna eftir það þá held ég að við getum bara spáð og spekulera í þessu. Við byrjum á því að ég ætla að reyna að setja þetta upp. Hvernig get ég haft þetta hlið við hlið? Ég ætla að setja þetta inn á hérna inn bara. Og fæ hérna þennan part. Þetta var ég með betri mynd að þessu hérna. Já, það getur verið. Aðeins, skárinn. Nei, hvað er það? Þarna, já. Taka myndina hérna. Og skella henni yfir svona það er nú að hafa þetta auðvitað og hérna þá ætla ég að færa þetta hingað hér, ekki hægt að loka þessu eða minnka þetta. Já, svona. Ná þessu svona, sjá þetta svona nógu stórt. Það er kannski merkingarnar ekki sérlega stórar. Ég ætla að færa þetta, já svona er þetta að færa þetta. Þetta er skárra. Þetta sjáu þið. Og þá ætla ég að hafa hinum megin myndina af rásinni. Svona, ok. Hérna byrjum á því að það kemur hlutur hérna við S3 og við ýtum á start. Og þess vegna er bæði startrófin og S3 hérna í raðtengingu. Og þá kemst færibandið inn og hluturinn fer frá S3 og að S4. Hann keyrir þessa hérna leið að S4.
stoppar þar og á E4 hann fer á reset á M1. Sjáðu ég að nota innri útgang hérna og þá kemur ytri útgangur hitar í gang hérna af því að hann kemur bara einu sinni inn, hann þarf ekki að fara aftur inn eins og færibandið. Þá fer ég bara beint út á ytri útgang þar, hitarinn fer í gang, Q3. Síðan þegar að bandið fer áfram, þá er ég með snertu hérna úr næsta innri útgangi sem heitir M2. Sem sagt að ég hef hérna Q3, hann er með snertu hér sem gefur samband á tímaliðan sem að tekur þessar, voru þetta 2 mínútur eða hvað. Og ég hafi sett hérna 20 sekundur til þess að, hita þetta, þetta er hitari. Og þegar að sá tími liðinn, þá resetast, þá fer hitarinn út, Q3 fer út, hitarinn, og bandið heldur áfram. Og það er annar inngangur fyrir hérna band til þess að halda áfram. Hvaða neitun var þetta með prófum? Þessi neitun hérna er úr band 1 heldur áfram til þess að þessi hérna fari ekki að hafa aftur áhrif á Q3. En þarna, hvernig virka aftur þessir M? Þau virka nákvæmlega eins og ytri útgangarnir. Þetta eru bara venjulegir útgangar. Eini munur á þessum M-útgangum sem eru kallaði marker-útgangar, M stendur fyrir marker, að þeir nást ekki út úr inntölunni. Þeir eru bara notaðir inn í minninu. Þeir eru ekki rofar. Já, Rofar, einmitt. Þeir tengjast ekki með snertu út úr inntölunni. Nei. Þess vegna eru við bara með Q til að geta skrúað inn í einhverja snertu sem gefur samband. En við höfum enga snertu frá innri útgangunum. Og þannig að þetta bara, kannski er þetta óþarfi eða þetta er bara til þess að virknin sé örugg, þannig ég bara tek út virknina frá skynjara E4 þegar að bandið á að halda áfram, skilji ég. Þannig að það er ekkert að setja aftur hitarann inn. Það er málið. Þannig að þá heldur bandið áfram með M2 og ég ætla að skoða M1 og M2, það er einhvers staðar hérna. Bæði M1 og M2 gefa samband út á færibandið sem er þá Q1, skiljið. Það er bara einhvers staðar hérna neðar í stigaritinu. Allir útgangar, eða í þessu tilfelli báðir útgangarnir á innri útgangunum, þeir bara raðast hérna upp, hliðtengdir, og gefa samband út á ytri útganginn þegar þess þarf, skiljið. Þá erum við ekki að lenda í einhverjum vandræðum með það að Q1, hann er kannski með sett aftur og aftur og aftur. Það getur valdið vandræðum og sérstaklega ef við erum með venjulegan útgang, þá er það yfirleitt hann sem að er að valda því að það virkar ekki stigariti eins og við ætlumst til. Við megum ekki skrifa útgang svona nema einu sinni, svona venjulegan útgang. Hann má bara koma fyrir einu sinni. Hins vegar með set og reset, þá getum við kannski sett það oftar. En best er að leysa það með innri útgangum eins og við gerum hérna. En ef að þið er ekki nógu vel æfðir í að nota innri útganga, þá getið þið reynt að leysa með ytri útgangum. Ég get að banna ykkur að nota ytri útgangana, alls ekki. Nota það bara Q í staðinn. Já, ég meina þið getið reynt að leysa þetta eingöngu með ytri útgangum, allt í lagi. Ef að þið eru ekki með hitt á valdi ykkar að nota þessa innri útganga, en endilega reynið að fara að æfa ykkur í að nota innri útgangana, M1 og M2 og svo framvegis. Því að það er ekki flókið að nota þá. Þeir eru bara eins og venjulegir útgangar með hægt að setja set og reset á þá. Það sem gerist næst þegar að tímaleiðin er búin að bandið heldur áfram frá S4 út til S5.
það er akkúrat þessi hérna, I5, hann gefur samband út á næsta band, Q2. Og hvað gerist þar? Það er snerta tekin frá Q2 fyrir band 2 sem að helst stöðugt inni og gefur samband út á næsta tímaleiða. Þetta er það sem við erum að passa upp á. Við erum alltaf með snertu sem helst inni út á næsta tímaleiða. Því að tímaleiðin, hann þarf stöðugt merki til þess að telja áfram, eða taka tíman áfram. Þegar tímaleiðin er búin að með tíman, þá gefur hann samband og slekkur á innri útganginum fyrir band 1, því að þá er hluturinn komið hérna upp hérna band 2. Já, hérna. Þá er hann komið hérna áfram og þá fer band 1 út. Þá er reset á band 1 áfram og svo kemur þetta S6, þá resetar hann seinna bandið, Q2. Við þurfum ekkert innri útganga fyrir hérna band 2 af því að það er svo einfalt. Hérna var það sem við vorum að skoða áðan og svo bara stoppið hérna allra síðast. Reset á allt saman, líka innri útgangana, það er langt best. Nú skulið þið bara skoða þetta, nú ætlum ég að opna fyrir lausnirnar á þessu og þið skulið skoða þetta. Prófa að setja þetta inn og þá eru þið bara nokkuð klárir í prófið á morgun. En þannig að heimaverkefni 5, það